Næsta á mælendaskrá Salvör Nordal. Salvör, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gaman að fá að taka hérna til máls fyrsta skipti í þessum, eða sem sagt, ég tek til máls, en það eru út af 25. greininni. Ég reyndar ákafur stuðningsmaður þess að við stöndum vörð menningararfinn. En ég hef haft nokkrar efasemdir þessa grein og sérstaklega vegna þess að ég hafði ekki fengið og kallaði svona eftir nánari skýringum á greininni, hvernig ætti að beita henni og hvað væri raunverulega þarna undir, og Þorvaldur reyndar kom núna talsvert inn á það og skýrði það að ýmsu leyti. En eftir sem áður þá held ég að við þurfum að styrkja hana talsvert meir upp á það að það valdi ekki deilum það ef við setjum þetta inn, hvað eru dýrmætar þjóðareignir. Ég held að þetta geti valdið ákveðnum vanda að setja svona ákvæði inn vegna þess að hér er margt undir. Og mér langaði líka aðeins að koma inn á það vegna þess að þegar þetta var birt fyrst, eða fjallaði þetta fyrst, þá var nú verið að tala fornhandritin sem eru varðveitt hér á landi, sem komu hér frá Danmörku, og Þorvaldur kom einmitt inn á það líka í ræðu sinni. Þau voru náttúrulega afhent okkur til varðveislu, og eins og hann nefndi að þá liggur samningur milli landana þau, og þannig að það er ekki neitt það að ræða að blanda eignarrétti okkar til þeirra inn í þessa umræðu. Það má líka til gamans geta þess að þegar þessi deila var á milli landana, að þá vildu Íslendingar ekki að þeim væri gefin handritin, vegna þess að þeir litu svo á að þeir ættu handritin. Þannig að það var ekki eins og þeir urðu mjög reiðir, eða ef ég þekki þessa deilu rétt, að það væri verið að tala gjafir yfirleitt. Þannig ég held við ættum ekki að gera það í þessu samhengi. En niðurstaða deiluna var svo að handritunum voru farið til Íslands til varðveislu, og ég held við ættum að halda okkur við það og ekki að taka þá umræðun eitt sérstaklega inn í þessa deilu, eða þessa umræðum 25. greinina. En eins og ég segi, ég hef verið mjög efins það þó ég sé ákafur talsmaður þess að við stöndum vörðum menningararfinn, að við höfum þessa grein vegna þess að ég hef miklar efasemdir það hvernig þetta verður túlkað og hvernig henni verður beitt, og þó ég sé aðeins nærði eftir að hafa heyrt Þorvald lýsa þessu að mörguleiti vel hér áðan. Nú á því ég með orðið þá ætla ég líka að geta þess að ég ánægð með það að friðhelgin farin út úr náttúru ákvæðinu. Friðhelgi er orð sem ég hef nú reyndar og hugtak sem ég hef fjallað talsvert og er afskaplega vandmeðfarið, til dæmis þegar við erum að tala friðhelgi einkalífsins og aðra slíka þætti. Þannig að ég held að það sé mjög gott að við höfum það ekki inn í náttúru ákvæðinu. Og ég líka get tekið undir úr því ég er farin að ræða hér önnur atriði, að ég held að þetta orðalag sem hefur verið bætt inn í undirstaðar lífs í landinu sé ekkit endilega til bóta. En ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri og lík hér með málum mínu.